áður við getum vist að þá þurfum við að kanna það að sé ekkert blátt eða bláleitt svona, þá erum við ekki búin að klára það sem þarf að gera. Eins og hérna neðst í flæðiritinu, þar vantar mig jumper. Nægi hann hérna uppi, jump, skellar hann hér og ég fæ músina aftur. Kannski þetta íta á bara escape á litlaborðinu til þess líka. Ég vel hérna, sem þið eru sannlega búin að gera, það að fara hérna og velja upphaf og smetla á apply og OK. Og nú ég bara að fara að vista það sem ég er búin með hingað til. Ég er ekkert búin með allt, ég er bara rétt byrjað. Ég smelli hérna þá á Analyze Project og hér stendur hérna 0 error og þá allt í lagi, þá get ég haldið áfram. Build Changes og smelli já hér og þá það hvernig við vistum, þá förum við í File og Save Archive. Og ég var að vista hérna yfir þetta og síðan smelli ég á disklingin. Og þá vistar forritið allt sem ég er búin að gera. Svo við eigum, ef þetta tekst allt saman þá eigum við ekki á hættu að missa neina vinnu út sem við erum búin að leggja í þetta. Og þá sem sagt haldið bara áfram að setja inn það sem kemur hérna á, ég ætlaði bara að sýna það aðeins hér. Það eins og efni A hérna til dæmis. Og það okkur action hér. Það ef engin skipun, þá kemur bara none hérna sjálfkrafa. Þá bara qualifier getur verið ýmislegt. Það getur verið set, það getur verið reset, eða D, það tími, delay. Það það sem við notum aðalega. Og síðan náum við hérna í þennan variable að fyrir loki efni A. Já, ég ekki komið með hann, en ég myndi bara setja þá eitthvað hérna í staðinn. Eða skrifa það inn í og timingu lokið. Þegar að hafa það til inn í gagnagrunnum svo ég geti gert þetta almennilega. Þá set ég þetta hérna inn í gagnagrunnin. Hérna ætla ég að hafa sem sagt að fyrir lokið efni A. Nei, ég er bara að sýna, þið eru búin með þetta. Ég ætla bara aðeins að sýna þetta á upptöku. Ég geri enter á þetta, já. Og þetta hérna íbúl, svona. Og síðan ætla ég að setja þetta í timingulokið svo ég geti klárað þetta. Ok, svona. Og jú, þetta er líka íbúl. Þannig að nú ætla ég að setja þetta inn í flæðiritið. Og hérna datt út efni A, af því ég kláraði þetta ekki. Efni A. Það er kannski alltaf í lagi að setja það bara inn fyrst. Það kemur hérna efni A. Svo ætla ég að setja inn í action. Ég smelli hérna á actions og ég næ hérna í að fyrir loki efni A. Og smelli á New Action. Það kemur það inn í listan og ég þarf að taka Reset Timingu lokið. Ég næ hérna í R fyrir Reset, það er Qualifier Reset og eyði þessu út til þess að fá smelli á 3-punktinn og til þess að fá lista yfir allt saman sem ég er búin að setja inn.
þarna tæmingu lokið sem ég ætla að setja inn. Ok. Og þá var ég að setja hérna New Action til þess að fá þetta með líka í listan. Svona þetta komið. Þetta komið hérna inn í og aðeins að sýningu með startskilyrði líka hérna í eftiraukanni. Hvernig við förum að byrja í því, það við tvísmellum á þetta skilyrði hérna, smellum á Transition, skrifum inn hvað það heitir, startskilyrði. Það í þessu startskilyrði og ég smelli á Edit. Og þá þarf ég að velja hérna ladder diagram og ég ætla að setja hérna, það ákveðin skilyrði sem það þurfa að vera fyrir hendi svo við getum ræst þetta. Ég fer hérna neðar í verkefninu þar sem að koma þessi skilyrði. Ég set inn hérna, ég get stakkað þetta hérna upp, ég set svona inngangsþátt og hann heitir S4 Start Filling. Spurning hvort ég hefur búin að setja það inn. Og nei, ég hef ekki verið búin að setja inn í listan. En hérna koma inn þessi skilyrði sem hann asset neðsti tæmingu loki. Ég var búin að setja tæmingu loki til dæmis. Og ég geti sett það inn hérna. Og sumt að þessu líka með normally closed snertum. Það var að passa það. Ég get líka fært þetta hérna á réttan stað. Og svo hérna S6 stoppa blöndunarferil og svona. Þessu röð öllu saman upp á þetta og þegar það búið, þá bara förum við aftur yfir hérna niðri í flæðiritið og höldum áfram að setja inn næsta. Og það bara alltaf að munna eftir því að þetta Transition section og þá það næsti hálfur. Ég má ekki setja inn kommustaf, ég verður að setja A og smella svo Edit til að setja inn. En mér vantar örugglega allt til þess, munum bara eftir að það þarf að færa þetta til og setja inn þessar tvo S1 neðsti og S2 miðjuninni til þess að gefa honum að sé orðin hálfur. Já, þetta var það sem ég ætlaði að sýna þessar upptöku. Svo skoðum við meira seinna.